Það var þáttur með Jóhannesi K.R. Já. sem hann var að gera held í samstarfi við Heimildina. Og svo þessi þáttur sem var á RÚV einmanaleika. Þetta eru 2 þættir sem ég horfði á og hlustaði á. Og komið svo mikið á óvart af því að nú sko ég skil einmanaleika tilfinningu og af því ég er alin upp í sveit og ég fann aldrei fyrir þessu í sveitinni, aldrei nokkuð. En í borginni þá bara margoft fann ég fyrir þessu. Þetta er ekki alveg spurningin að vera einn, heldur þetta bara einhver... Man getur alltaf verið mjög einmann en fullt af fólki. Alveg. Bara þess. Og man getur verið mjög lítið einmann einn. Já, það er svolítið þannig. Og það komið svo óvart að Jóhannes K.R. talar mann sem hafði bara látist heima hjá sér og átti enga aðstandendur. Enga. Og enga vini. Og það er talað að þetta sé miklu algengara heldur en fólk gerir sig grein fyrir. Hefur þú orðið var við þetta? Já, ég ofta orðið var við þetta bara í mínu starfi í sjálfgæslunni eins og fólk bara sem leita til okkar fólk bara takast á við makinn kannski fallin frá ekki stór fjölskylda til staðar hætta að vinna félagskerfið ekki stórt rannsóknir á eklum hafa sýnt fram á einmanaleikina þessi stór þáttur í þeirra sásauka sko. Makinn hefur verið allt. Ég myndi að tala að karlmenn séu kannski hafi verið óflinkar að þróa upp með sér tengslanett. Heilsu missir, þú missir getuna til að taka þátt í því félagsstarfi sem þú annur við að taka þátt í. Já, og svo bara fólk með erfiða lífsreynslur á baki þess að maður getur ekki deilt með öðrum, þá verður maður einmana. Og þú getur verið mjög einmann í fjölskyldunum þínu líka, getur verið það mikil dysfunksjón eða brot í gangi í fjölskyldunum þínum að þú einhvern veginn átt hvergi heima og enginn skilur þína reynslur það sem þú gangi í gegnum. Það þekkir þetta til dæmis á fjölskyldur sem hefur verið mikið ofbeldi, kynferðisofbeldi annað og fólk að vinna í sínum málum og fólk ekkit endilega tilbúið að vinna, restin ekki tilbúin að vinna í sínum málum og endar einn. Nú að þú verður fyrir lífsreynslu sem ekki til dæmis mjög viðurkenndar í samfélaginu og eða margir eiga þá ætti það heilmikið einn. Þannig að það bara, einmanleiki bara rosalega verðugt og gott viðfangsefni. Og maður sér það og sem góða þætti að þarna var alveg framúrskarandi fólk að minna okkur á. Já, það er alveg þörf á því og maður, og þú veist þessi það var í Jóhannes K.R. talaði það var annar maður sem hefði legið marga daga nær dauða en lífi einn, þú veist. Já, maður hefur heitt svona sögur. Og þú veist, það var bara það var lýsingarnar voru þannig að maður óskar ekki neinum þess að vera enda ævina sína svona. Það er mjög skelfilegt bara. Sérstaklega gegn vilja eins og sagt er. Já. En svo er bara, finnst þér þetta hafa aukist? Ég kann ekkert að mæla það en kann ekkert að fullera það en þetta góða fagfólk sem er að fjalla einmanleikan segir okkur það að hann fær alls ekki minnkandi í borgarsamfélaginu. Og eftir sem samfélaginu er stærri, ég hef búið í amerískri stórborg og maður horfir á ég oft láti hugan reika inn í þessar byggingar og þessar glíka, fólki sem er þarna, veist hvað, allar þessar sögur og allar þessar einstaklingar. Og við þekkjum það bara sjálf að við höfum bæði kynst sveit sem heimili, það er stutt á milli bæja og það er einhvern veginn samgangur og nærsamfélag en ég sé til dæmis svo fer í blokk í Reykjavík, það getur verið mjög langt á milli íbúa og þá fólk búa á móti hvort öðru sko. Þannig að þetta verður ekkert með vegalindir að gera. Nei. Og kannski er nútíminn þannig að við erum dálítið upptekin bara af okkur sjálf og erum ekkert að spá í þarfir náungans. Nei, og bara einhvern veginn að mér finnst líka bara að sko við erum svo skrítin þjóð, finnst mér að mörgu leyti. Já, þú veist, ég fer svolítið út að labba og svona og það er eins og fólk bara og ég vil segja góðan daginn. Ég líka. Já. Ég stríði stundum með þessu. Já, þetta er bara, þú veist, það eru flestir. Ég vil segja svona,
70% af þeim sem ég mæti vill komast fram hjá án þess að segja eða horfa á mig, sko. Og mér finnst þetta svo skrít. Þetta allan mjög ólíkt til að búa í Bandaríkjunum. Já, þar aðeins svo mikil gæska. Nei, það rosa, það alveg þvert, sko. Ég fyrir svolítið þangað og það bara, fólk aðeins of áhugasamt hann. En mér finnst svo skrítið á Íslandi að við séum í alvörinni bara, þú veist, að það sé normið að virða ekki annað fólk viðlits út á förnum vegi. Já, ég veit ekki, sko, ég hef bara ekki reynsla að þessu, sko, í Evrópulöndunum almennilega, en það alveg, já, það Þetta rosa skrítið. Mér langar að nota þetta tækifæri til þess að hvetja fólk sem út að labba að segja góðan daginn við næsta mann, af því að, Ég ætla þá að hvetja fólk til að stríða með þessu og bara bjóða fólki góðan daginn. Góðan daginn. Akkurat.